Nú ætlar Daði Már Kristófersson, forseti félagsvísindasviðs hjá HÍ, að stýra pallborðsumræðum og yfirskriftin á fyrra pallborðinu eru samkeppnishamlandi aðgangshindranir fyrir hendi og ríkir samhæfð hegðun milli olíufélagana í sölu bifreiða eldsneytis. Þátttakendur í þessu pallborði eru Jón Björnsson, forstjóri Festi, Jón Ólafur Halldórsson, forstjóri Olís, Hjálmar Sveinsson, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkurborgar, Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB, Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild HÍ og Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri viðskiptaráðs. Ég ætla að biðja ykkur gjörðu svo vel að taka sæti hérna í sófanum og þegar þeir eru búin að koma sér fyrir þá verður hérna örstutt myndband, en mig langar líka nota tækifæri og benda á það að viðtölin sem voru tekin hana við þessa sérfræðinga áðan, þau eru í fullri lengd á heimasíðu Samkeppniseftirlits, þannig að ef einhver hefur áhuga að kynna sér það nánar. Yfir til þín, Daði. Að taka þátt í þessum fundi hérna í dag. Ég vil taka undir með Guðrúnu að gaman hefði verið að sjá fleiri konur en því verður ekki breytt úr þessu. Hitt annað mál að það ánægjulegt að sjá hversu margir eru mættir hér í dag til að ræða þetta mikilvæga málefni og í ljósi þess að fyrstu markaðsrannsókn Samkeppniseftirlitsins að ræða, þá langar mig til að byrja á mjög almennri spurningu til ykkar í pallborðinu og hún eru markaðsrannsóknir gagnleg tæki til að auka samkeppni? Og við byrjum á þér, Jón. Já, kannski, ég veit ekki hvort þessu endilega til að allavega þau skapa allavega umræðu sem að held ég að leiði til aukinnar samkeppni. Þannig að ég held að þessu gagnlega til þess. Kannski rannsókn ein og sér leiðir ekki endilega til aukinnar samkeppni. Nei, einmitt. Frosti? Já, ég kem kannski með aðeins lengra svar heldur en Jón. Ég ætla bara að byrja að koma út úr skápnum með það að við hjá viðskiptaráði erum ekkert sérstaklega hrifin að þessum C-lið 16. greinar samkeppnislaganna sem sagt ferlið hjá Samkeppniseftirliti Íslands í kringum markaðsrannsóknir byggir á. Við erum aftur á móti hrifin af markaðsrannsóknum og það kom nú meðal annars fram í sameiginlegri skýrslu Samkeppniseftirlita Norðurlandanna ýmislegt í tengslum við markmið og tilgang þeirra og þrátt fyrir það hafa hin Norðurlöndin ekki þetta sama ákvæði íhlutunarvald án brots á bann ákvæði og það nákvæmlega eins og Jón kemur inn á. Markaðsrannsóknir geta varpað ljósi á ýmsa hluti í tengslum við alþjóðlegan samanburð, tengslum við skipulag markaða og mögulegar orsakir óhagkvæmni og heilmikla leiðbeiningar bæði fyrir markaðsaðila í formi skilgreiningu markaða, í formi álits eftirlitsins á stöðu markaðar og síðan ekki síður til stjórnvalda og við erum að koma inn á markaða þeim þáttum hérna með skipulagsmál og regluverk og annað. Takk fyrir. Runólfur? Ég tel að þetta sé mjög gott verkfæri og við fögnum því að það er gripið til þessara skoðunar og þessara vinnu. Þetta plagg mjög ítarlegt og ég tel að þetta sé hjálpi til á svona markaði því við búum við mjög ólíkar aðstæður með mörg önnur markaðssvæði með ríkjandi fákeppni og sporin hræða úr fortíðinni. Þannig að ég held að þetta sé mjög gagnlegt og geti nýst til þess að svona efla samkeppnamarkaðinn. Jón Ólafur. Já, ég held nú að svona rannsókn geti hjálpað til í umræðinu og eitt mögulegri tortryggni sem gæti verið í gangi. En það hins vegar mjög mikilvægt líka í því samhengi að rannsóknaraðilinn hann gæti fyllsta hlutleysis og að okkar mati þá hefur Samkeppniseftirlitið kannski ekki gætt þess nægilega vel því að oft á tíðum þegar verið að skoða gögn sem mögulega styðja þá nálgun eftirlitsins að eitthvað samhæfing gæti verið á markaði þá eru öðrum atriðum sem benda í gagnstæða átt ekki til að haga haldi og þau kannski sett neðan máls eða þeirra hreinlega ekki getið. Þannig að það er mjög mikið atriði í því að þegar svona skýrsla gerð eða svona rannsóknir ástunduð því sé vel til að haga haldið og það er hlutverk opinbers stjórnvaldsins og eftirlitsins hér á landi það er það gæta hlutleysis í rannsókninni því annars mun það bara draga úr trúverðugleika rannsóknarina sem náttúrulega afar slæmt fyrir alla aðila og sérstaklega þá sem eru til rannsóknar. Gylfi?
Já, vistmenn að koma út úr skápnum og þess besti ég gerir það líka og takk fram að ég ágætlega hrifinn af þeirri grein samkeppnislagana sem undir hérna og nú kannski smá ábyrgð á henni. En almennt það auðvitað þannig að rannsóknir eru að finna góðar og einkageirinn eða í þessu tilfelli smásölumarkaður verður auðvitað að þola skoðun hvort heldur einhverja hagsmunasamtaka eins og FÍB eða samkeppnisyfirvalda eða einhverja annarra neytenda. Og ef að slík skoðun leiðir í ljós að markaðurinn mjög óskilvirkur, að þá hljótum við bara sem samfélag að leita einhverja leiða til þess að bæta úr því. En auðvitað á að gera það með vönduðum hætti og leyfa öllum að koma sínum sjónarmiðum að og geta hlutleysis og góðra málsmeðferðar og alls slíks. Það liggur í hlutarins eðli. En almennt þá það auðvitað þannig að einn helsti veikleiki íslensks efnahagslífs hvað sá geiri sem fyrst og fremst þjónar innlendum markaði dýr í rekstri. Sumt af því á sér eðlilegar skýringar að lítill markaður og við erum fá og lítil velta og það allt saman. En það segir okkur líka að það kannski helstu sóknarfærin í að bæta lífskjör á Íslandi liggja í því að reyna að taka á þessu vanda að því marki sem það og svona markaðsrannsóknir ágætt skref í þá átt. Hjálmar? Já, ég held að svona rannsóknir séu mjög góðar, tekundum í Gylfa, allar rannsóknir, allt sem eykur á þekkingu okkar mikilvægt og okkar samfélag dálítið uppfullt af þeirri hugmyndu það sé engin munur á skoðunum og þekkingum, en það gríðarlega mikill munur á þessu tvennu og svona rannsóknir að það ýta undir þekkingu og hjálpa okkur og og það skapar þá sem sagt upplýstar umræður og þessi skýrsla hefur verið kynnt fyrir okkur í umhverfis- og skipulagsráði, þessi frummatsskýrsla og þar fórum við að staða ágætis umræður skipulagsmál og samkeppnismál og að hve miklu leyti samkeppni eigi að vera rauð lína í skipulagsmálum og hvert inntak og eðli skipulagsgerðar sveitarfélagana, þannig að það allt besta mál. Við munum örugglega koma að þessum punkti aftur. En áður en við víkjum að svona kannski nákvæmlega viðfangsefnin í dag, að þá, eins og Guðrún nefndi, var búið að setja saman stutt myndband sem við sjáum núna. Samkeppniseftirlitið telur að félögin hafi í senn hvata og getu til þess að útiloka nýja keppinauta með því að neita þeim eldsneyti í heildsölu eða aðgang að birgðarými. Jafnframt eru vísbendingar að félög hafi nýtt sér eignarhald sitt á birgðarými á tilteknum stöðum til þess að hindra innkomu keppinauta. Fram hafa komið sjónarmið meðal annars að óljóst sé hversu mikil stofnfjárfestingin þurfi að vera til þess að olíufélögin geti hindrað innkomu nýrra aðila. Einnig að ekki sé tekið nægjanlegt tillit til þess í frummatinu að Atlantsolía hafi komið inn á markaðinn án þess að hafa aðgang að birgðatöngum, dreifingu eða eldsneyti í heildsölu. Þá bendir áform Costco og Krónunnar til þess að fyrrgreindar hindranir séu ekki fyrir hendi. Krónan hefur þó bent á að viðræður við olíufélögin hafi litlu skilað og kjörin sem bjóðist séu mun lakari en sjálfstæðum smásöluaðilum bjóðist í Danmörku. Einnig hafi fyrirtækið þurft að upplýsa félögin viðskiptaáætlanir sínar sem hafi verið svo nýttar af olíufélögunum sjálfum. Icelandair bendir á að fyrirkomulag á útleigu birgðatanga í Helguvík takmarki svigrúmið til þess að semja við annan en þann sem leigir tankana. Jafnframt bendir félagið á aðstöðumun sem á milli olíufélagana við sölu eldsneytis á Reykjavíkurflugvelli, en Skeljungur á þar birgðartang. Á erlendum mörkuðum virðast vandamál tengd birgðastiginu og eignarhaldi smásala á birgðartöngum einnig hafa komið upp. Það frummat samkeppniseftirlitsins að skipulagslög tryggi ekki nægjanlega vel að samkeppnissjónarmiða sé gætt við skipulagsgerð sveitarfélaga. Jafnframt telur eftirlitið að regluleg upplýsingagjöf flutningsjöfnunarsjóðs olíuvara til olíufélagana skaði samkeppni. Flutningsjöfnunarsjóður telur að félögin geti fengið sambærilegar upplýsingar á öðrum vettvangi. Í framkomnum sjónarmiðum meðal annars bent á að aðgangshindrun vegna skipulagslaga eða framkvæmdar sveitarfélaga sé ekki veiga meiri en svo að Atlantsolía hafi náð fótfestu á markaðnum.
Forsvarsmenn krónunnar benda þó á að í mars 2014 hafi fyrirtækið ákveðið að stefna að opnun eldsneytisafgreiðslustöðva við búðir sínar. Nú á seinni hluta árs 2016 hafnaði Reykjavíkurborg málaumleitunum fyrirtækisins. Frummat Samkeppniseftirlitsins er að aðstæður og hegðun fyrirtækja í smásölumarkaði bifreiða eldsneytis bendi til samhæfðrar hegðunar. Gagnrýnt er að neytenda aðhald á markaðnum sé vanmetið. Innkaupsverð sveiflist til og frá, mikil samkeppni sé í afsláttum, olíufélögin séu mismunandi og aðgangshindranirnar litlar sem engar. Því hafi ekki verið sýnt fram á með nægjanlega skýrum hætti að forsendur séu fyrir samhæfðri hegðun, hvað þá að hún sé fyrir hendi. Afkoma félagana bendi jafnframt ekki til að umfram arðsemi sé til staðar. Ég held að blasi þá við að taka stóru spurninguna og spyrja einfaldlega, eru forsendur samkeppni á eldsneytismarkaði góðar á Íslandi og það er nú mjög freistandi, Jón Ólafur, að byrja á því að spyrja þig. Hvað telur þú? Hvort að aðstæður séu góðar á þessum markaðum? Sko samkeppnisaðstæður. Já, ég tel að við upplifum það á hverjum degi í okkar rekstri að samkeppnin er gríðarlega erfið og hörð. Þannig að ég held að það sé góður neytanda ábati að þeirri samkeppni sem ríkir í dag. En ég held samt að ég verið aðeins að fá bregðast við einu og öðru sem kemur fram í þessu klippi sem við vorum að horfa á. Að ef maður tekur aðal niðurstöðu skýrslunar sem segir það að það sé vera að oftaka hér hagnað á þessum markaði upp á 14 og 16 krónur af bensín og dísel, bara til að setja það í samhengi við þessa samkeppni, þá verða bara þannig að á árunum 2012 til 2014, þegar niðurstaða samkeppnisstofnunar bendir á þennan mikla oftöku hagnaðar upp á 3,5 milljarð, þá verða bara þannig, hefðu við orðið af þessum tekjum sem þessu nemur, þá hefðu rekstur félagsins verið ekki með tapi og öllum líkindum hefðu við klárað eigið fyrir félagsins á 3 árum ef þetta væri raunin. Þannig ég segi það að þessi samkeppni sem ríkir hér í dag, hún er gríðarlega hörð, við finnum það á okkar rekstri á hverjum degi og ég tel að með því að vera virkir á markaðnum, vera að bjóða vöru og þjónustu með þeim hætti sem við gerum, við erum með alls konar vildarkerfi, við erum með afsláttarkerfi og við erum að sjálfsögðu að bjóða líka fram aðgengi að þjónustunni sem er eftirspurn eftir og við teljum það að með þessum hætti erum við þá að taka virkan þátt í samkeppninni sem endurspeglast þá í því vöruverði sem neytendur fá á Íslandi í dag sem ég tel að sé þrátt fyrir alla umræðu býsna gott. En hvað með aðgengi nýrra aðila inn á markaðinn, eða möguleika þeirra til að koma inn á markaðinn eins og hann er? Ég held að það sé nú bara býsna gott aðgengi að því. Nú fyrir að fyrsta þá höfum við sem félag, við höfum átt í viðræðum við nýja mögulega aðilinn á það markað. Þeim viðræðum er ekki lokið, það er Krónan og það er Costco sem við höfum verið að tala við. Einnig er það þannig að dótturfélag okkar Olíudreifing, þeir hafa lýst sig reiðubúna til þess í mörg ár að veita öðrum þjónustu á þessu markaði og þeir eru í dag að veita bæði Skeljungi þjónustu og Atlantsolíu og ég benda á það að þegar Atlantsolíu kom inn á þennan markað fyrir 10 árum, svona eins og stormsveipur, að þá byggðu þeir sína birgðastöðu upp og þeir opnuðu nýja stöðvar og það virðist ekki hafa verið aðgangshindur fyrir þá og ég bendi líka á það að þeim tókst fyrstu 1 eða 2 árin að flytja eldsneyti í fargeymum. Þannig að í sjálfu sig var birgðastöð ekkert stórt atriði á þessum tíma þannig að ég get verið séð fyrir mér að nýjar aðilar sem vilja spreita þessu markaði getur að þú alltaf byrjað á því. Þannig að, og svo er líka þess getið í skýrslunni, bara svo að því sé til haga haldið að Samkeppniseftirlitið metur á þannig að það muni kosta það bil milljarð, 1200 milljónir að koma sér upp 10 afgreiðslustöðum og birgðastöð og þar af ætti birgðastöðin að kosta 150 til 300 milljónir. Þannig að ég bendi nú líka á það að þeir aðilar sem hafa sýnt áhuga því að fara inn á þennan markað og Samkeppniseftirlitið hefur viljað styðja og benda á það í sinni skýrslu að þeir getur verið heppilegir, þá var ég að tala stóra matvörumarkaði, að eins burðir og þeir eru með góða afkomu þá tel ég að þessar upphæðir sé ekki nein hindrun fyrir það og ég bendi þá líka á því í samhengi að eitt vöruhús, 10.000 fermetra vöruhús, að við höfum verið að skoða það sjálfur, að það kostar sjálfsagt 2 milljarða þannig að ég get ekki séð að einhver hindrun að það getur verið talist hindrun upp á 1200 milljónir að reisa hér birgðastöð og 10 stöðvar. Já, takk fyrir. Runólfur, getum við lagt sömu spurningu fyrir þig? Eru góðar forsendur fyrir samkeppni á eldsneytismarkaðnum á Íslandi? Við hefum verið gagnrýnin á þennan markað og við erum að horfa á markað sem skiptir almenning verulegu máli. Þetta er með stærri útgjaldaliðum heimilana, það er kostnaður við að reka heimilisbílinn
og þetta er þetta mjög stór liður líka í rekstri fyrirtækja. Og við sjáum það að þarna erum að ræða útgjöld sem að nema svona í kringum 500.000 til 600.000 bara útgjöld vegna eldsneytis hjá meðalfjölskyldu á ári hverju. Þannig að hver króna sem skila sér í lækkun á þessum markaði, þetta er ansi háar tölur, hver króna er komin yfir 400 milljónir yfir árið. Þannig að það skiptir máli að tryggja það að neytendur séu að njóta besta vöruverðs á hverjum tíma. Þessar staðreyndir sem koma fram í skýrslunni, og ég segi staðreyndir, þetta er eitthvað sem við höfum séð í okkar rannsóknum í gegnum árið, að hér er álagning almennt mun hærri en við þekkjum í nágrannalöndum okkar. Og við erum líka með sérstakar aðstæður hér þar sem að fyrir á markaði aðilar sem að hafa þessa staði til að selja á. Og það er ekki verið að skipta þeim gæðum upp. Og það er ekki eins einfalt eins og að opna venjulega sjoppu, að opna bensínstöð. Það þarf að uppfylla leyfi og í dag færðu til dæmis ekki leyfi frá Hjálmari til að setja upp bensínstöð í Reykjavík. Þannig að það eru alls konar hindranir. Við komum það fram meðal annars í viðtali við forsvarsmenn, eða í þessu innskoti, það sem veitnaði forsvarsmenn Krónunnar, að þeir teldu að það væri verið að bjóða þeim einhverja afarkosti allan að fram að þessu varðandi heildsöluverð frá byrgjum. Og ég sé ekki fyrir mig sem dæmi að innflutningur í gámum heimilaður, að það einhverjir gámar til að mynda við Costco-stöðina í Garðabæ. Það held ég bara myndi ekki vera samþykkt af bæjaryfirvöldum. En ef ég fylgi nú aðeins þessu eftir sem að Jón Ólafur bendi hérna á, hvað með þá staðreynd að afkoma olíufélaganna bendir ekki til þess að þessu beinlínis að hagnast á þessari atvinnustarfsemi umfram það sem önnur fyrirtæki gera? Ef menn sjá tækifæri því að það eina tækifæri til þess að bæta hag fyrirtæki sé að hækka álagningu, þá gera menn það þegar menn hafa frjálst útspil með það. Á þeim tímapunkti eru menn ekki að reyna straumlaga fyrirtæki og draga úr framboði kannski á óarðbærum eldsneytistöðum og svo framvegis, því að menn eru þá hræddir við einhver annar komist í það rými. Sem dæmi, ég bý hérna vestur á Nesi, ég keyri til vinnu og vinn hérna við Skúlagötuna. Ég keyri svona hjá 5 bensínstöðum. Og ef við tökum einhvern 5 km radíus á háskólasvæðinu, á höfuðborgarsvæðinu, vestur, austur og svo framvegis, þá erum við að telja þarna einhverja 17-18 bensínstöðum. Já. En nú hafa þeir sem gagnrýnt hafa skýrsluna til dæmis bent og það getur ekki bara verið að Íslendingar séu að þessu leyti öðruvísi en aðrar þjóðir og þeir vilji bara ekkert fara neitt langt eftir eldsneytinu sínu. Þarf að vera að þetta sé til merkis einhvers konar samkeppnistakmarkanir eða hindranir? Við erum með einhvers konar marka og einhver kerfi sem er fyrir hendi og það er erfið aðkoma að þessu markaði. Við nefndum hérna Atlantsolíu, þetta kemur Atlantsolíu inn á svolítið sérstökum tímapunkti. Markaðurinn lamaður vegna þess að samráðsmálin eru þá í fullum gangi. Og ég heyrði einu sinni haft eftir einum forsvarsmanni olíufélags að olíufélögin hafi gert mistök. Þau hafi verið á ákveðinn hátt lömuð á þessu tíma. Þeir hafi hleypt þeim inn á markaðinn. Og hvernig byrjar Atlantsolía? Þeir verða sér út eina stöð sem er búið að leggja niður út á Kársnesi, vestur á Kársnesi. Þeir að flytja inn eldsneyti í gámum. Þeir fengu ekki keypt eldsneyti af þeim birgðaraðilum sem voru til staðar. Og síðan þeir að koma sér fyrir í túnfæti hjá fyrirtækjum. Skipulagslega þá var hérna til staðar ákveðið staðar til þess eins og í Reykjavík. Skeljungur hafði yfirburðastöðu í Reykjavík af því að þeir höfðu tengingu við pólitíkina. Og síðan þetta bara til staðar og menn ekki að skipta þessu upp aftur. Það verið eðlilegt þá kannski að einhvers konar útboð á þessum gæðum af því að þetta er ekki sjálfsagt að sami aðili geti alltaf verið með sömu aðstöðuna. Hjálmar, nú held ég við séum þá mjög vandlega komin yfir á þitt svið. Hvað með ábyrgð skipulagsyfirvalda á því að skapa skilyrði fyrir samkeppni? Já, það er alveg örugglega eitthvað sem að skipulagsyfirvöld hafi í huga, að skipulag sé þannig að það hindri ekki æskilega og eðlilega samkeppni. En það er samt mjög mikilvægt að hafa það í huga að skipulagsgerð sveitarfélagana að hún lýtur að fyrirkomulagi húsa, fyrirkomulagi byggðarinnar innan sveitarfélagsmarkanna. Hún lýtur að landnotkun, hvað á að vera á hverjum stað. Hún lýtur að því hversu þétt eða dreifð byggðin á að vera. Hún lýtur að þjónustu svo sem skólum og öðru slíku, gatnakerfi, stígum og í öðru lagi
lítur hún að hlutum eins og umhverfisgæðum, náttúruvernd og almennt að því að skapa aðstæður, ramma og vettvang fyrir þá sem að búa og starfa í sveitarfélaginu til þess að allt geti gengið sem allra best fyrir sig. Samkeppni einkaaðila er ekki, það er ekki útgangspunktur í skipulagsgerð. Samt var bent hér á áðan að umhverfisráðuneytið túlkar þessi lög með öðrum hætti. Já, ég þori ekki alveg að fara út í það af hverju þeir túlka þetta svona, en ég er bara svona að enduróma það sem hefur verið komið fram hjá borginni. Og ég vil líka segja svona í ljósi þessarar umræðu að þá tel ég nú að sveitarfélögin hafi nú sem sagt skapað aðstæður heldur betur fyrir þá sem að selja eldsneyti. Það eru 47 bensínstöðvar í Reykjavík, það eru 249 bensínstöðvar á Íslandi, það gera 1270 bensínstöðvar á hvern íbúa. Ég held að það sé heimsmet. Ég kem stundum í Stykkishólm á þar aðstöðu og þar byrja ég að keyra í gegnum svæði með heldur 4 bensínstöðum í þessu pínlitla sveitarfélagi. Ætli það sé ekki þá ein bensínstöð á hverja 300 íbúa. Þannig að ég held að ef eitthvað hefur verið að þá hafa sveitarfélögin í gegnum tíðina verið allt of örlát á óboðslega mikilvæg svæði innan sinna marka undir þessa starfsemi. Og þegar ég kom með orðið þá má kannski bæta því við að sem sagt, þessi almennu markmið borgarinnar varðandi bensínstöðvar innan borgarmarkanna, að það má rekja það allangt aftur ef maður rétt að þá fór starfshópur á stað 2008 sem skilaði skýrslu 2009 bensínstöðvar í Reykjavík og þar kom fram að það bæri að koma í veg fyrir að þeim fjölgaði og þurfti að fjölga vistvænum eldsneytistöðvum. Sama er tekið upp í aðalskipulagi Reykjavíkur 2010 til 2030 sem sagt, ekki fjölga stöðvum sem að selja jarðefna eldsneyti. Borgin samþykkti líka sérstaka í borgarstjórn, sérstaka samþykkt það að jarðefna eldsneytistöðvum skyldi ekki fjölga. Ef maður rétt var þáverandi borgarfulltrúi Júlíus Vill Ingvarsson sem kom með þá tillögu. Og núna það síðasta í þessum málum er ný loftslagsstefna Reykjavíkur sem var ákvörðuð eða samþykkt í borgarstjórn núna í vor. Hún kveður á það að Ísland skuli vera kolefnalaust land, kolefnahlutlaust, eða Reykjavík skuli vera kolefnahlutlaust sveitarfélag árið 2040. Dælum með bensíni og olíu skuli hafa fækkað helming, 50% 2030 og þær skulu eiginlega alveg horfnar úr sveitarfélaginu árið 2040. Þar eru við að fara mjög svipað leið, til dæmis Stokkhólmur og margar borgir. Já. Þannig að það eru bara 14 ár í að sem sagt, eldsneytistöðvum í borginni á að hafa fækkað helming. Já, að vísu sé ég nú ekki fljótu bragði að það sé endilega samhengi milli útblásturs bifreiða í Reykjavík og fjölda bensínstöðva. Jável ætti það að einhverju leita að vera öfugt og það þarf að leita mjög lengi að eldsneyti. En látum það nú liggja milli hluta. Jón, ég verð nú eiginlega þá að gefa þér orðið og nú hafið þið haft áhuga á því að koma inn á þennan markað en mætt þá þessum hindrunum sem að Runa Hjálmar lýsir að séu komnar til að vera. Hver eru þín viðbrögð? Já, eins og við höfum séð þetta þá kannski maður byrjar á því að horfa bara hvað eldsneyti er og í eðli sínu þá svona lítur þetta á okkur kaupmannum pínlítur bara eins og utility, svona eins og heitt vatn og rafmagn. Þetta er í eðli sínu vara sem hún verður að hafa og hún er mjög einsleitt. Og ég er ekki nokkrum vafa að milli þessara olíufélaga sem eru á landinu ríkir samkeppni á hverjum einasta degi. En hún hins vegar birtist í þeirri mynd sem við teljum sem við búum að vera að tala hérna að hér er gríðarlega dýrt kerfi fyrir hendi.
dýrt kerfi í aðfangakeðjunni, dýrt kerfi á smásölustiginu og við höfum þá séð tækifæri sem svona, við heldum að væri pínluti í anda þess sem að væri að gerast. Fólk að fara sjaldnar á bensínstöðina sína því að bílarnir eru að eyða minna. Það er verið að tala þéttingu byggða og við sögum ok. Tæknin hefur fleygt fram, það einfaldara að opna svona, við erum ekki kallað bensínstöð vegna þess að þetta var nú einfaldlega sínum bara 2 dælur inn á lóðir sem voru til en þetta hins vegar þrautinni þyngri vegna þess að annars vegar ertu með langstærsta markaðssvæði sem er Reykjavíkurborg sem náttúrulega ber höfuð og herðar yfir önnur sveitarfélög á landinu í stærð. Þar er ekki möguleiki að fá stöð sem í raun og veru hver sem var að fara í einhvers konar smásölu á landinu eða einhvers konar rekstur sem hann ætlaði að vera með í einhvers konar keðju eins og við að þú færði ekki að fara inn á stærsta markað en þá eiginlega deyr hugmyndin. Þannig að við sáum það nú sem fyrsta skref. Við reyndar fengum núna fyrir nokkrum vikum síðan samþykki hjá Kópavogsbæ að þar erum við komið með heimild fyrir stöð. En það er ein stöð, þannig að við þurfum að fá einhverja fleiri. Við umkringum ekki Reykjavíkurborg svona með einhverjum stöðum. Þannig að eða dælum. Síðan er náttúrulega þessi aðgangshindrun að þegar við fáum heimild, eða sem sagt erum komið nægt magn af dælustöðum, að nú þá þurfum við einhvers staðar að kaupa eldsneytið og annarkvort þurfum við að flytja það inn og við getum þá farið þá leið eins og Jón Ólafur nefnir að við bara gerum eins og hinir hafa gert, förum í stóra birgðastöð með tilhendi kostnaði, bætum við í 1200 milljónum í fjárfestingu og ofan á núverandi fjárfestingu sem er allt og mikil og förum í þennan innflutning eða við þurfum að fá að kaupa eldsneyti af núverandi olíufélögum og við höfum leitað til þeirra og fengið tilboð. Við höfum hugmyndin að þessu öllu saman, hún kviknar nú hjá mér á fundi með dönskum kaupmanni sem að segja mig frá þessu hversu þægilegt og einfalt þetta sé nú alltaf orðið og en verðin sem ég gat fengið á Íslandi voru svona þrefalt hærri heldur en hann er að fá í Danmörku. Þannig að við sjáum þetta hér og módelið okkar miðaði svona við, kannski þurfa að borga 50% hærra verð heldur en í Danmörku, en ekki 300% hærra. Þannig að eðlilega eru fullt af hindrunum og maður sér fyrir sér að þessi mikli strúktúr sem búið að fjárfesta í að það er erfitt fyrir olíufélögin að komast út úr því. Ég man ekki til þess að ég hafi séð, ég veit að eitthvað hefur lokað á stöðum en ég man ekki til þess að hafa séð svona stöð á sem ég hafi keyrt fram hjá sem hefur lokað á síðustu 10-20 árum. Frosti, ef ég má fylgja þessu eftir aðeins af því að ég veit að þú kynntir þessa skýrslu mjög vel og við höfum raunar áður verið í pallborðum nákvæmlega þessa skýrslu í þínu boði. Það langar mig til þess að spyrja. Nú erum við auðvitað að tala hér um hindranir, skipulagsvaldið, nú var nefnt hérna hversu mikil þéttleiki er að þessum eldsneytistöðvum á Íslandi, spár eldsneytisnotkun á Íslandi gera ráð fyrir því að hún muni minnka einfallega vegna tækniframfara, þeirra breytinga sem eins og Reykjavíkurborg er að reyna að stuðla og svo framvegis. Er ekki mjög þröng staða fyrir samkeppni á þessum markaði? Jú, ég held að það sé óhætt að segja að það hljóti að vera hluti af þeim kröftum sem að spila inn í þegar menn horfa til framtíðar á þessum markaði. Fyrsta lagi hvort hann sé mettaður og í öðru lagi þá hvort hann sé hnignandi eða vaxandi og eins og kemur fram í skýrslunni að þá er þetta frekar markaður sem að búast má við í núverandi mynd að komi til með að minnka á Íslandi til lengri tíma. Mér langar aðeins að taka eitt skref tilbaka. Í þessu samkeppnissamhengi finnst mér skipta máli í rauninni út frá hvaða útgangspunkti við erum að nálgast þetta. Ég tek undir með Jóni, það er mikilvægt að hafa í huga tvennt. Í fyrsta lagi það er ekki umfram arðsemi í greininni eins og hún er í dag
og í öðru lagi að þá þetta frumkvæðis rannsókn, þar að segja það ekki verið að rannsaka brot á samkeppnislögum. Þannig að þessi tveir þættir skipta verulegu máli það hvernig við nálgumst viðfangsefnið. Það aftur á móti margt í skýrslunni og það kemur inn á punktinn hans Gylfa með hagkvæmni á Íslandi. Það margt í skýrslunni sem að undirstrikar það sem að einhverju leyti landlægt af Íslandi, að innlenda þjónustugreinar eru kannski ekki reknar eins hagkvæmt eins og best verður á kosið í erlendum samanburði. Og þar erum við að tala annars vegar kannski eitthvað sem maður mætti kalla opnun markaða eða samkeppnislega umgjörð og hins vegar nýtingu fjárfestinga innviða. Þá komum við raunar inn á sama punkt og hefur komið hérna nokkuð sinnum fram, varðandi uppbyggingu á dreifikerfi til dæmis. Já, þá náttúrulega spurningin á þessum markaði og öðrum fjárfrekum mörkuðum, hvernig framkvæmum við samkeppnisstefnu sem að hámarkar nýtingu innviða og samkeppni. Þetta auðvitað svolítið svona, það togstreita á milli þessara tveggja þátta. Annars vegar getur verið að fara alla leið í þá átt að regulera einfallega markað og reka þetta í sama formati eins og raforkumarkað. Hins vegar að treysta á að markaðskraftarnir leysi og læðingi það sem að skilar bestri niðurstöðu fyrir neytendur. Og skýrslan í mínum huga, hún endurspeglar vantrú á þessu síðarnefnda. Þannig að mér finnst í einhverjum skilningi svona ósvarað hjá eftirlitinu hvaða stefna í þessu samhengi virka best. Það sem ég á við með þessu að ég hef persónulega ekki trú á því að ríkisstofnun sé heppilegasti aðilinn til þess að púsla upp einhverjum markaði samkvæmt því formati sem að útreikninga þeirra segja til að sé besta niðurstaða fyrir neytendur. Ég hef trú á markaðslausnum. En fyrst og nefnir ríkisstofnun, þá erum við þarna með flutningsjöfnunina sem að nefndir þarna í skýrslunni sem svona kanal fyrir upplýsingamiðlun milli samkeppnisaðila og það nú kannski ekki endilega heppilegt. Nei, ég algjörlega sammála. Það væri bara skynsamlegt að leggja það apparat niður og bæta fólki út á landi þetta tjón með einhverjum öðrum hætti, en það mín skoðun persónuleg og það getur verið að það sé önnur sjónarmið þar. En ef við horfum þá á samkeppnisaðstæðurnar, tveir mikilvægustu þættirnir sem við verðum að hafa í huga annars vegar eru markaðshindranir til staðar og eins og þetta horfum mér að þá eru markaðshindranir mun frekar til staðar í samhengi við regluverk og skipulagsmál heldur en í tengslum við fjárfestingu til að komast inn á markað. Ég tek undir með Jóni 150 til 300 milljónir í birgðatank til þess að koma sér inn á markað ekki stórmál fyrir burðuga aðila. Skipulagsmálin geta aftur á móti verið það. Það ekkert hægt að opna eldsneytistöð öðru sér heldur en að fá leyfi til þess. Nei. Þannig að það annar þátturinn og hinn þátturinn í rauninni framþróun markað. Mesti drifkrafturinn í samkeppnislegu samhengi eru nýjar lausnir, nýsköpun og þetta nú eitt af því sem hefur gerst á mörkuðum erlendis, þar að segja að stórmarkaðir komi inn á þessa markaði og séu rauninni að bjóða aðra vöru í einhverjum skilningi heldur en hefðbundnar eldsneytistöðvar og það auðvitað ekki heppilegt ef að lagaleg umgjörð eða skipulagsmál standi í vegi fyrir því að þessir aðilar geti komið sér fyrir inn á markaði. Gylfi, svona svipuð spurning til þín. Já, eru góðar aðstæður fyrir samkeppni á þessum markaði á Íslandi. Ef við byrjum bara á útkomunni, þá held ég að svari hljóta að vera nei. Þar að segja að útkoman að neytendur borga hátt verð, þar að segja álagning mjög há og fyrir meira segja hækkandi, þannig að ástandið fyrir ef eitthvað versnandi og olíufélögin ekkert með neitt sérstaklega glæsilega afkomu. Það hljómar nú kannski sem einhvers konar þversögn, en það auðvitað alls ekki vegna þess að þetta markaður þar sem einhver en mjög takmörkuð verðsamkeppni en menn keppa þá með öðrum hætti, fyrst og fremst bara með því að vera með margar bensínstöðvar. Þannig að menn keppa markaðshlutdeild með því að vera með sem flestar bensínstöðvar. En má ég bara koma að því, það ekki þjónusta við neytendur? Það ekki eitthvað sem að neytendum kemur til góða? Að ákveðnu marki, en ef við höfum í huga að hvað keyrir meðalbíllinn 1000 km á tanki eitthvað svoleiðis,
Sko, þú þarft ekkert að vera með 2 bensínstöðvar á Seltjarnarnesi með 100 metra millibili til þess að þjónusta fólk þokkalega eða 5 á leiðinni sem að Runólfur gerir í vinnuna. Þú þarft miklu færri bensínstöðvar en eru núna til þess að veita alveg nægilega góða þjónustu. En þessi markaður einkennist af því að menn fara ekki í harða verðsamkeppni en reka þess í stað mjög dýrt dreifikerfi og ná þannig að verja sína markaðshluti. Ef að hér kæmi minkur í hænsnakofan og myndi ryðjast inn á þennan markað og reyna að ná til sín talsverðri markaðshlutdeild með miklum bægslagangi, þyrfti auðvitað að hafa talsverða burði til þess og geta opnað allmargar stöðvar, kannski 5 eða 10 á höfuðborgarsvæðinu. Þá myndi þetta vandamál leysast af sjálfu sér. Vegna þess að þá myndi bensínstöðum snar fækka, vegna þess að bensínstöðakerfið sem fyrir það lifir ekki nema með mjög hárri álagningu. En á hverju hafði Atlantsolía ekki þessi áhrif þegar hún kom inn á markaðinn? Það auðvitað stúdíu út af fyrir sig. Þetta var auðvitað frekar svona veikburða fyrirtækja í ýmsu leyti og hafði kannski ekki burði til þess að hjóla í hin fyrirtækin með sama krafti og kannski Costco hefur. Costco veltir 6 sinnum meira en íslenska hagkerfið, þannig að þeir geta nú væntanlega gert ýmislegt sem að svona eitthvað lítið fjölskyldufyrirtæki getur ekki. Og svo bara verður því meira að segjast að virðist sem Atlantsolía hafi nú svona bara fallið í sama flokk og hinir mjög fljótlega og keppið með sama hætti og þeir, þannig að þeir hafa raunverulega engin áhrif umfram hina. Það skiptir raunverulega engum máli núna hvort fyrirtækin eru 3 eða 4 ef þau haga sér öll eins. Og þá komum við að þessu með samhæfða hegðun. Og spurningin er þá, er hún til staðar? Af því að sko, nú má þetta skilja þín orð einhverju leyti þannig að það sé sjálfur sér samkeppni á markaðnum, en samkeppnin sé í þjónustu frekar en verði, að hugsanlega hún mótiveruð af einhverju öðru heldur en svona samkeppni ætti að vera á markaði, en sjáum við merki samhæfðrar hegðunar? Já, við sjáum þau, sko. Nú er svo sem engin sérstök merki beinlínis samráð, þannig að ég ætla ekki að saka menn það. En það þarf ekki til, því að þegar allir eru í nokkurn veginn sömu stöðunni með nokkurn veginn jafn dýr dreifikerfi, kaupa olíuna af sama byrgjanum, eru með sama kostnaðarstruktúr, að þá sjá menn fljótt að það er bara þægilegast að vera ekkert að rugga bátnum og vera bara alltaf í þessu sama verðmynstri og hefur verið lengi, þar sem að verðið sveiflast svona upp og niður með heimsmarkaðsverðinu, en verðmunurinn á milli stöðva í lengin og menn reyna ekki að ná markaðshlutdeild með verði. Þeir eru með einhverju fíflalæti í kringum landsleiki og eitthvað svoleiðis, en það er ekkert sem skiptir máli. Jón Ólafur, þú fyrir að fara. Ég er náttúrulega bara Ég tjáði þessu þetta. Það hlusta á svona tal, sko. Það kemur svo stengum óvart að ég er náttúrulega ekki sammála Runólu og ég er heldur ekki sammála Gylfa. Nei, ég held að það sé engin merki samhæfða hegðun allan í okkar huga, en hins vegar hef ég alveg saman með þau sjónarmiðum sem vilja draga þetta fram með þessum hætti. Það er bara þannig að þegar þú ert með einsleita vöru, en hún býr við mjög mismunandi þjónustuframboð. Þannig að félögin sem eru á þessum markaði, miskustu við, eru með nokkur stig á þjónustu og við reynum að aðgreina okkur frá keppinautum með ýmsum hætti og meðal annars fíflalegum leikjum í kringum handboltann og fótboltann. En það virðist nú bara samt virka því að við erum alveg að krækja okkur í aukna markaðshlutdeild og ég fullyrði það að þessar aðferðir sem við erum að beita á þennan markað, þær gefa bara ágætis árangur fyrir okkur í því að stækka okkar hlut. En það er, á mínum huga, það er grimm samkeppni alla daga og úr því að Gylfi talar það að það megi fækka þessum bensínstöðum, að þá má vafalaust færa rök fyrir því, en ég held nú samt að ef maður skoðar aðra greinar, að til dæmis eins og matvörumarkaðina, þá eru þeir sjálfsagt hvergi fleiri í Evrópu en einmitt á Íslandi með höfðatölu og það mætti það færa sömu rök fyrir því að það þyrfti að fækka þeim og þar með að minnka aðgengi neytenda að þeirri vöru og ég spyr hver á að taka það ákvörðun, er það stjórnvöld eða á markaðunum bara sjálfur að sjá það? En þeir eru nú ekki vegg í vegg, beinlínis eins og bensínstöðvarnar. Já, mér sýnist nú eiginlega vera bara stórmarkaður í hverju einasta hverfi og jafnvel... Í hverju einasta hverfi, en... Já, jafnvel 2. En kannski ekki eins og 3 bensínstöðvar í hverju hverfi, sko, Jón? Kannski bara ágætt að leiða þetta misskilningi Jóni Halldóri strax að það eru reyndar færri fermetrar í matvöruverslun á Íslandi og Reykjavíkursvæðinu heldur en í Danmörku og Svíþjóð en hins vegar er framleiðni töluvert hærri í matvöruverslun á Íslandi
heldur en til dæmis í Danmörku. Þannig en því ekki við við sjáum það hins vegar ekki á bensínstöðvamarkaðnum. Aðgengi líka opnara að því að við erum farin að bera þessar tvo markaði saman. Það sem mér finnst skipta alltaf svolítið miklu máli í þessu og ástæðan fyrir að við sjáum þarna tækifæri fyrst og fremst bara út frá kunnanum okkar. Hér er fólk, þetta fólk á bílum, það sjaldnar að fara að kaupa bensín, getur þú ekki bara keypt bensín í leiðinni, kostnaðarstrúktúrinn hjá markaðnum, hann virðist vera töluvert hár, getur við í raun og veru verið með ódýrara fyrirkomulag heldur en aðrir. Það er svona dræfirinn bak við það að við förum í þessa ákvörðun. Þess vegna finnst mér það skipta miklu máli að við sem fyrirtæki ætlum að sjálfsögðu að reyna að hagnast, en við verum að gera það þannig að við séum á sama tíma að veita neytendum það sem þeir vilja. Og ég hef ekki heyrt annað síðan að ég allavega byrjaði að kaupa bensín, að neytendur væri ekkert voðalega sáttir. Og mér finnst það skipta miklu máli. Þannig að mér finnst við ekki bara alltaf að geta að tala það, menn verða bara að byggja, ef að menn vilja koma inn á þennan markað, þá verða menn bara að gjöra svo vel að byggja sér olíutanka, og við sáum nú, ef menn skoða Atlantsolíu, skoða bara afkomu Atlantsolíu, öll þau ár sem þeir hafa verið, þá hún nú ekki glæsileg fyrstu árin. Þannig að þetta hefur vissulega verið þungt og dýrt. Og það ekki svona fyrir inn í þessi seinni ár að þeir eru farnir að hagnast. Þannig að mér finnst þetta líka skipta dálítið máli, og þetta hefur skipt máli líka á öðrum markuðum eins og farsímamarkaði, og hann er ekkert ósvipaður þessu markaði í hegðun neytenda. Mér langar aðeins til þess að... Má ég aðeins bara skjóta þú nefndir nú sérstaklega, Jón, að þú telur að neytendur séu ekki sáttir með hátt bensínverð. Ég er nú ekki viss að neytendur myndu nokkuð tíma svara því að þeir séu ánægðir með bensínverð, og væntanlega getur þeir sagt það sama matvöruna, þeir séu ekki ánægðir með verðið á henni. Næsta spurning geti verið til þeirra eftir að hættur að berja konuna þinn, og þetta erfiðar spurningar að fá. Ég held hins vegar að þegar kemur að þessu, að talandi til dæmis Atlantsolíu, að þeim hefur ekki gengið vel að reka sitt félag. Ég held nú samt að það hefur nú gengið þokkalega, en maður getur hins vegar bent á þó annað. Í Bretlandi, sem er nú markaðurinn sem samkeppniseftirlitið hér er að bera sig mikið saman við, þar hafa nú sjálfstæðir smásalar verið að bera sig frekar aumlega gagnvart samkeppninu við matvörumarkaðina, sem hafa nú verið að selja eldsneyti þar með held ég mjög góðum árangri hvað varðar markaðshlutdeild, þegar held ég ráða í dag yfir 40% af markaðinum í Bretlandi á bifreiðaeldsneyti. En hins vegar hafa menn verið að benda á það að það sé verið að greiða niður álagningunum á eldsneytinu með hárri álagningu og annarri vöru, og nú tala Jón það að þeir hafi kannski allt annan og betri kostnaði við og ætla sér að selja þarna eldsneyti án þess að það sé mikill viðbótarkostnaður við þá. En maður velti fyrir sér hvort að þeir geti gert betur í því heldur en til dæmis Atlantsolíu, sem er sérhæft félag sem er að selja eldsneyti og ekkert annað, að þeir geti gert það þá með skilvirkara hætti heldur en Atlantsolíu, eða eru menn þá bara að tala um það að þeir ætla að greiða niður álagningunum með álagningunum öðrum vörum. Og það getur nú alla verið viðskiptahættir sem til dæmis samkeppniseftirlitið hér á landi myndi vilja vera eflað að styðja. Þó þeir séu alþekktir í matvöruverslun alls staðar í heiminum. En ef ég má kannski aðeins víkja að öðru, og nú er það auðvitað þannig að skattlagning á eldsneyti á Íslandi er mjög umfangsmikil, og það gerir það verkum að hlutfallslega að þá verða allar stærðir sem eðlilega mynda markaðsverð eldsneytis annar staðar minni hér á landi, hvort sem það er álagning, innkaupsverð vörunar, og svona maður getur velt fyrir sér þeim möguleika að þetta geri verðsamkeppnina minna aggressíva, að það verði meira samkeppni annað, og mér langar bara til þess að heyra sjónarmið hvort að breytingar á fyrirkomulagi til dæmis innheimtu ríkisins á þessum gjöldum væri kannski eitthvað til þess að skoða, Frosti. Já, þetta er að minnsta kosti klárlega sjónarmið. Það er öllum ljóst að stór hluti eldsneytisverðs er skattur, og þar með hefur þetta afgerandi áhrif á verðlagningu eldsneytis ef menn taka bara brúttó töluna. Þetta er vissulega
hagkvæm leið eða einföld leið til þess að tengja saman notkun og skattheimtu, en hefur þessar hliðar afleiðingar að verðlagningin verður kannski dálítið skringileg og ógagnsæ fyrir vikið. Við erum að tala krónutölu í tengslum við álagningu opinberra gjalda en síðan hlutfallslega álagningu sem ræðst af heimsmarkaðsverði og olíu og fleiri þáttum á rest, og þetta endurspeglast nú ágætlega í tengslum við þessa umræðu hver þróun álagningar til dæmis ef við horfum til áranna eftir hrun, þar sem að gengið hrynur, þá hlutfallslega, eðlilega lækkar álagning sem prósenta sjálfkrafa ef við förum síðan í gegnum gengistyrkingu og lækkun olíuverðs, þá hlutfallslega hækkar álagningin. Þannig að þetta að minnsta kosti punktur sem að ég tel að sé eðlilegt að reifa í umræðinni ef menn eru að hugsa að auka gagnsæi í þessari umræðu allri saman, að þá verða menn að taka tillit til þess að og yfir helmingur af heildar krónutölunni eru opinber gjöld. En ég ekki með einfalda lausn á því hvað væri betri leið til þess að leggja þessi gjöld á. Gylfi? Já, stuttasvarið bara já. Sú staðreynd að svona þöpil helmingurinn af útsöluverðinni opinber gjöld, það þýðir að álagning olíufélaganna vegur hlutfallslega minna. Já. Og það þýðir þá þetta bara líka að þau hafa minni hvata eða svigrúm til þess að reyna að tæla til sín viðskiptavinni með verðlækkun. Vegna þess að verðlækkunin verður hlutfallslega lítil þó að þeir lækki sína álagningu hlutfallslega mikið. Þetta bara staðan og ég sé enga sérstakar lausn á því frekar en síðastir ræðumaður. Runólfur, hafið þið velt þessu fyrir ykkur? Þið hljótu nú hafa gert það. Já, og við sjálfsög höfum alltaf verið að leggja áherslu á það. Þetta mjög það fáar ef nokkra neysluvörur sem bera jafn háa skatta í okkar samfélagi. Auðvitað þetta að hluta til einhver skattheimta sem á að nýta til að byggja upp innviði og það hefur líka verið brotalöm þar á, þannig að við höfum frekar viljað sjá þetta einhverju lítið eyrnamerkt til þeirrar uppbyggingar. Já. Skattar á bíla og umferð eru einhvers staðar á milli 60 og 70 milljarðar á ári og aðeins brota því rennur til innviðauppbyggingar og vegagerðar sem dæmi. En það, eins og kom hérna fram hjá Frosta, að þetta mjög einföld og ódýr leið fyrir hið opinbera til þess að afla tekna. En nú hún ekki skilvirk vegna þess að í sjálfu sér mjög beint samhengi á milli útblástus koltvísýrings og brennslu á eldsneyti, þannig að sá hluti gjaldsins nú kannski ekki hægt að gagnrýna mikið, en slit á vegakerfinu og eldsneytiseyðsla bifreiðarinnar, til dæmis nýir bílar það allt öðruvísi heldur en... Já, við erum með niðurgreiddan þungaflutninga hérna og svo framvegis, þannig að þetta er alls konar hagræði, ójafnræði sem gildir hérna. Þannig að auðvitað þetta ekki skilvirkt og auðvitað væri kannski æskilegt að við sæjum þessa skatta miklu lægri sem þá líka myndu kannski auka verðvitund neytenda. Og eins og Gylfi bendir á að hver króna í lækkun, hún ekki að koma fram sem einhver svona veruleg prósenta. En enga síður, þetta líka kannski ákveðið skjól fyrir þann sem að selja á markaði. Og auðvitað þetta líka, þarna hafa menn ákveðna veltu sem að nýtist þeim. Af því að þeir eru að höndla með þessa skattpeninga í ákveðin tíma, þannig að menn hafa þarna ákveðna fjármuni úr að spila. En ég sjálfsög held að sé engin einföld lausn, en við oftar en ekki séð það einhvern veginn í skugganætur þegar að þing að ljúka störfum í ásloka, þá allt í einu skellt á einhverjum bensínsköttum og oft þetta að kalla einhverjum fallegum nöfnum en alls ekki nýtt til þeirra hluta. Nei. Jón Ólafur. Já, ég svo sem bara alveg sammála þeim félögum mínum hér að þetta sé, ég svo sem ekkert við að bæta hvað verður hægt að gera betur, en ég vil þó undirstrika það að innheimtan á þessu, hún mjög skilvirk. Það alveg klárt mál. Þeir fá að tékka í hverju mánuði. Hins vegar þessum peningum oft og tíðum ekki varðið með skynsamlegum hætti hjá ríkinu. Það gildir svo sem margt annað, en ég hef svo sem ekki miklu við þetta að bæta. Við sem kennum hagfræði notum þetta oft sem dæmi skilvirka skattlagningu. Skattleggja á eldsneyti með mjög litla verðtegni. Það kannski að síðustu þá að velta fyrir sér íslenskum neytendum og hvort að það sé, eitthvað sérstakt við Ísland í þessu samhengi. Nú höfum við náttúrulega vikið hér að smæðinni og það blasir auðvitað við að kannski alveg sérstaklega fyrir lítið lönd eins og Ísland að þá marg uppbygging innviða, hún verður samfélaginu mjög dýr og
og kannski það hluti af þessu vandamáli, en hvað með neytandann sjálfan? Hann hluti af þessari skýringu? Og ég kom nú aðeins inn á þetta áðan, þegar við vorum að ræða þjónustu og samkeppni í þjónustu, það kannski bara þannig að íslenski neytendur vilji hafa sína bensínstöð mjög nálægt sér og eru tilbúnir að keyra minna heldur en aðrir neytendur? Er það líkleg skýringur? Runólfur, getum við kannski byrjað á þér sem svona eins konar fulltrúa? Nei, ég held að kauphegðun hafi á margan hátt breyst. Fólk að reyna að tengja þetta við einhverja ferðir, til dæmis frá vinnu eða til vinnu. Þegar ég ungur drengur þá byrjaði ég sem sumarstarfsmaður á bensínstöð austur í bæ. Þá var það klárlega hverfisstöð og þá komu, það voru sömu kallarnir sem komu á hverjum einasta laugardegi til þess að bóna bílið sinn á planinu og spjalla við kallarna á stöðinni. Það er alveg gjörbreytt og víða er núna ekki eins og hægt að fá aðstöðu til þess að þrífa bílana. Þannig að þjónustustigi hefur sums staðar minnkað jafnvel. Ég held að flestir séu bara að tengja þetta því ferðalagi sem þeir eru á. Auðvitað eru til einhverjir sem eru með svona tryggðarkjör og vilja leita til þess olíufélags sem þeir eru með tryggðarkjör hjá, og eðlilega eru verið að byggja upp eitthvað svona tryggðarsamband eins og bara í þessum viðskiptaheimi almennt. En ég held að núverandi fyrirkomulag sé svolítið tákn gamla tíma og það að það sé einhver krafa neytenda að hafa allt þetta framboð, ég held að það sé alrangt. Og maður hlýtur líka að spyrja sig að því, eins og það kom fram hjá Hjálmari áðan, eins og sveitarfélögin og skipulagsaðilar, að þeir eru ekki kjörnir fulltrúar almennings og þess vegna kemur kannski ekki endilega samkeppnis og samkeppnissjónarmið við sem hafa verulega áhrif á afkomu heimilanna. Auðvitað kemur það við, þannig að það verður að taka þetta inn í öll þessi módel. Og svona til að gera langa sögu stutta, þá held ég að við séum að sjá á næstu árum mjög mikla breytingar á þessum markaði. Það er bara ákveðin dýnamík sem eiga sér stað. Við erum að sjá breytingu varðandi bara bílinn, orkugjaf og svo framvegis. Þannig að ég sem forvígismaður olíufélags, ef ég væri í þeirri stöðu í dag, ég myndi vera að horfa ekki til næstu 2 ára eða 5 ára, ég myndi vera að horfa til næstu 15 og 20 ára, því að menn hljóta þurfa aðlagast í þessu, í staðis að vera að verja einhverja stöðu sem er allt of kostnaðarmikil og kostar neytendur allt of mikið. Þannig að ég óttast það að þessi, þó allan að jákvæðu teikn sem eru á lofti, meðal annars að krónan hefur áhuga að koma inn á markaðinn og Costco er að koma inn, að það séu einhverjar aðgangshindranir þar sem þá þarf að hugsanlega að grípa til einhverja aðgerða til þess að tryggja að þeir hafi aðkomu að markaðinum. Og það að byggja upp nýjan olíutank, það er ekkert einfalt mál. Þú þarft öll leyfi, þú þarft að fara í gegnum marga Hjálmara kannski. Þannig að þetta er bara tómsmál að tala, það sé bara allt í lagi að þetta sé svo ódýrt. Og ég held að viðskiptaráð geti tekið undir það með mér. Jón, nú eru þið að velta fyrir ykkur þessu með hegðun neytenda og væntanlega telja að þetta sé eins og Runólfur er að benda á breytinga þarna líklegar eða hvað? Já, ég held að svona sá tími að það að kaupa bensín sé einhver upplifun, hann sé búinn. Þetta er bara svona eins og hverjum nauðsynjavara á mikið við stóra hluta líka þeim matureinkaupum sem þú kaupir er bara að þú vilt fá vöruna treystinni, kaupa hana ódýrt. Og ég held að vilt hafa gæðin, vissum að gæðin séu í lagi og ef einhver markaður er einsleitur, mér finnst þetta voðalega líkt í að kaupa farsíma áskrift, kaupa rafmagn, ég vil bara þetta virki, ég vil fá þetta ódýrt og mér er alveg sama hvaðan þetta kemur. Þannig að vörumerkja tryggðin er alltaf að verða minni og minni og það er líka svo þróun sem við höfum séð í Bretlandi og í Skandinavíu að ég held að Jón Ólafur, hann þekki þetta nú betur en ég væntanlega. Ég held að það sé rétt hjá mér að það sé ekkert af stóru olíufélögunum lengur með bensínstöðvar eða sjálfur að reka bensínstöðvar í Svíþjóð og Danmörku. Það sé allt saman komið á hendur þriðja aðila. Mér finnst það skipta svo miklu máli fyrir þennan markað. Hann er ólíkur mörgum öðrum neytendamarkaðum og það þarf að horfa á hann í samkeppnilegu sjónarmiði með þeim augum. Hjálmar, bara því að það voru með nefndir hér Hjálmarar eins og Já, þú værir sjálfstætt. Það væri dæmigert að vandi á eldsneytismarkaði, samráð til margar ára og það endar allt á því að þetta sé Hjálmarakennt. Og það
frábær niðurstaða, ef einhver er ánægður með það, þá má það vera þannig, en ég legg til að við rannsökum mál aðeins dýpra og til þess eru svona rannsóknarskýrslur. Það er einmitt ekki til þess að hafa einhverja skoðanir og sleggjudóma, heldur vita hvað er í gangi og hvað er ekki í gangi. Og svo ég aðeins svona sumir þetta upp að þá eins og þetta komið fyrir mér að þá var sem Gylfi hitta þarna naglan á höfuðið á því leyti að við virðumst vera föst inn í einhverju kerfi sem að snýst ekki hvatakerfi sem er í rauninni hagkvæmt fyrir neytendur og ég trúi því að Jón hjá Festi hafi verið með slíka hugmynd og það var flókið að fara út í akkurat af hverju niðurstaðan var sem hún varð en sem sagt það er fast kerfi það sem að gróðinn kemur einhvern veginn eða hagnaður hann kemur einhvern veginn út frá bara sem flestum stöðum þó að gróðinn á hverri stöð eða hagnarinn á hverri stöð sé ofboðslega lítill og við í borginni höfum margoft verið að tala þetta og það hafa verið samræður við forstjóra olíufélaganna það sé ekki hægt að hafa þetta svona en það virðist vera nánast ómögulegt fyrir olíufélagin sjálf að komast út úr þessu kerfi, komast út úr þessum álögum. Og mér langar aðeins líka að koma inn á eitt, þú veist að því að ég líka fannst sérkennilegt að heyra það að það því hefur verið lýst hér yfir að borgar og bæjarfulltrúar hefðu engan áhuga á samkeppnismálum, það er alltaf bara algjört bull. Ég var að reyna að lýsa því að hvert er megin markmið skipulag skerðar í sveitarfélögum og það er alveg klárt. Og ég hélt það hefði komið fram að skipulag á ekki að vera þannig að samkeppni sé ómöguleg. En mér langar aðeins bara að benda á að því ég kom inn á það hvað sem sagt að það er ekki bara að eldsneyti, jarðefnaeldsneyti sé takmörkuð auðlind, heldur líka land, gott byggingaland. Og við það er alltaf að vakna meira og meiri vitund það. Og ég ætla bara að ganni að því að minnst alltaf að taka bara tala hreint út, að ég á leið mér líka stundum Hverfisgötuna. Og þá Snorrabraut. Og þá ég algjörlega gáttur á því hvernig mönnum datt í hug að setja það niður svona sjálfsafgreiðslustöð á stað sem er bara eins og eitthvað svona, ég veit ekki hvað þessi leið, þetta er svo mikil auðn og til svo lítils að mínu mati. Þarna ætti auðvitað að koma nett fjölbýlishús í funkisstíl eins og Norðmýrin með cirka 14 íbúðum. Það var æðislegt. Og það væri frábært ef það komið þannig fyrir að olíusöluaðilinn hann fengi eitthvað af hagnaðinum að því. Ég held að þetta sé ein leið til að leysa þetta. Önnur lóð sem manni finnst alveg ótrúlegt að skuli vera ennþá, það er risastór bensínsölu við Ægisíðuna, það sem N1 er og reynda líka N1 þarna við BSI. Og þetta nefni ég vegna þess að þarna eru við með mjög stóra lóðir á lykilstað í miðborginni og það væri hægt að byggja þarna upp miklu verðmætari starfsemi eða verðmætari byggingar sem væri gott fyrir allt samfélagið. Og ég er að nefna þetta hér til að undirstrika það sem sagt hvaða sjónarmið sem að ráða eða sem skipta miklu máli í skipulagsvinnunni. Takk fyrir. Er einhver svona að brenna inni með sjónarmið? Nú erum við komin svona passlega 5 mínútur fram yfir. Kannski ég fái bara líka þá aðeins að tjá mig þetta. Já. Ég held þegar það lítið til þess hvað neytendur óska eftir, þá sjáum við það í öllum þeim könnunum sem við höfum gert og það er líka staðfest í þessari skýrslu hjá eftirlitinu. Það er það í fyrsta lagi leggur neytandinn mesta áherslu á staðsetningu á stöðunum. Þannig við teljum að þessi eftirspurn eftir þeirri þjónustu sem við erum með. Glögglega fram í skýrslunni. Kemur glögglega fram. Númer 2 er það þá mögulega afslættar og vildakerfi sem er í boði hjá þessum félögum. Þriðja lagi er að verðið. Það er ekkert að gera lítið úr þriðja punktinum en það virðist ekkert alltaf ofarlega í huga. Ég vil líka benda á það eru fáar vörur ef nokkrar á neytendamarkaði sem eru eins gegnsæjar og eldsneyti einmitt. Fyrsta lagi bara heimsmarkaðsverð á eldsneytinu sjálfu. Síðan erum við með öll þessi eftirlit, Runólfur minn hér náttúrulega fylgist mjög grannt með því sem við erum að gera og síðan er samkeppniseftirlitið náttúrulega sífellt að reyna að segja okkur fyrir verkum og núna síðast með þessari skýrslu og mögulegum inngripum innan þannig markað sem væri alveg efni í annan panel finnst mér. En þannig að síðan með hjálmar eða hjálmarana, það er alveg, ég hef sjálfur sagt það áður að fyrir okkar leyti hjá Ólís þá erum við alveg tilbúinir í umræðunum það hvort að og hvernig megi fækka mögulega bænstöðum á höfuðborgarsvæðinu. Við gerum okkur alveg grein fyrir því að ýmsar staðsetningar gætu verið flottar fyrir einhvers konar annar starfsemi eða bara íbúðarhús. En við teljum þá að það sé bara eðlilegt að markaðsaðilarnir komi saman og það verður bara eitthvað samhengi í þeirri umræðu. Þannig fyrir okkar leyti við höfum lýst okkur reiðubúin til þess. En ég vil líka segja það því að það er nú verið að tala um að sé mikið fjárfesting í olíubransanum
til dæmis í þessum innviðum sem eru innflutningurinn og dreifikerfið. Það er alveg rétt, en við skulum bara í þessum tveimur aðurum, í birgðakerfinu og í dreifikerfinu, þurfum við að uppfylla 350 reglugerðir hjálmarana. Hjálmar, þú lendir í erfiðri stöðu. Ég er hérna aðalstjarna dagsins. panels númer 1, það er frábært. En eru fleiri sem hafa svona brennandi sjónarmið? Annars langar mér bara til að þakka ykkur fyrir mjög málefnalega og góða umræðu, mjög uppbyggilega og góð sjónarmið. Takk fyrir. Nú er held ég kaffið hér.